Já, en þau setjast hérna hjá okkur og eftir Gerður Kristný Guðjónsdóttir, rithöfundur og Stefán Pálsson, sagnfræðingur og þau ætla að fara yfir mótmæla menningu okkar Íslendinga en áður en þau setjast, áður en við byrjum að tala við og þá ætlum við að sjá smá innslag mótmæli og það sem gerst hefur hér við Austurvöll undanfarna laugadaga. Mótmælendur hafa safnað saman á skipulögðum mótmælafundum á Austurvelli 9 laugardaga í röð og stendur til að halda þann 10. næstkomandi laugardag. Svo virðist sem áhuginn sé eitthvað að dala, en þegar mest var kröfðust aðeins 7.000 manns, það 2,2% þjóðarinnar þess, að seðlabankastjóri viki og að boðað yrði til þingkosninga. Aðeins 2,2% þrátt fyrir að skoðanakanninni sýni að 90% landans sé óánægður með til að mynda störf Davíðs Oddssonar, formanns stjórnar Seðlabankans, og enn færri mættu á fundina þegar veður var vott. Mótmælafundum hefur þó ekki fækkað, í raun fjölgað, en eins og við sögðum frá í fréttum okkar í gær urðu uppi fótur og fit þegar mótmælendum var vísað út úr þinghúsinu fyrir að vera með ólæti. Þá voru 2 handteknir þegar nokkrir mótmælendur söfnuðust við ráðherrabústaðinn í morgun fyrir ríkisstjórnarfund og hugðust koma í veg fyrir að ráðherrar kæmust til reglulegs fundar þar. Það reiði í þjóðfélaginu og hræðsla sem skilar sér þó ekki á fundina á Austurvelli. En hvers vegna? Það vegna þess að við nennum ekki, kunnum ekki að mótmæla, við höfum haft það svo gott á undanförnum árum að við vitum ekki leiðina, finnst okkur mótmæli hallærisleg, finnst okkur eggjakast í Alþingishúsi draga úr trúverðuleikanum og eða fólki sem stjórna hefur þessum samkomum. Eða getur verið að þrátt fyrir að niðurstöður skoðanakannana bendi til annars, teljum við okkur skilja ástandið og viljum bara bíða og sjá hvað gerist. Já, og við ætlum einmitt að byrja á að spyrja þau Gerður Kristný og Stefán Pálsson hvers vegna það nákvæmlega sem að við förum ekki þegar við erum að tala um að það 2,2% þjóðarinnar sem að mætir hér við Austurvöll og mótmælir 7.000 manns á góðum degi þegar rignir ekki. Hvað veldur? Þetta vegna þess að þetta ekki flauelsbyltingin, þetta flísbyltingin. Okkur kalt, það aðventa og auðvitað spilar það inni og ef fólki líður illa þá kannski vill það frekar bara vera heima hjá sér og svona hafa það huggulegt saman og reyna að hugsa eitthvað annað en kannski þessa ægilegu kreppu. En það alveg, þetta náttúrulega annarsamur tími hjá fólki, þetta aðvendan. En svona hugsa ekki alvöru mótmælendur? Hvað segir þú, Stefán? Já, ég verð reyndar að segja að mér finnst þessi mótmæli hafa verið alveg ótrúlega öflug, sérstaklega ef haft í huga sko, hvað þau eru laus í reipunum, hvað þau eru svona skipulagslega í rauninni veik, að þau byggjast upp af fámennum hópi fólk sem að ákveður bara einn daginn að nú sé komið nóg og svo byrjaði þetta á að einhverjir sendu út tölvupósta eða sendu út tilkynningu á Facebook síðunni sinni að nú skildi stormað og fundað á einhverjum tíma og svo var hringt og séð hvort það væri ekki til Gjallarhorn einhvers staðar og á þriðja fundi að þá voru dregnar fram einhverja fötur og 10 manna hópur fór og safnaði einhverju klinki þannig að það væri þó allavega hægt að fá lánaðan bíl og hljóðkerfi. Mér finnst það í rauninni, með það í huga, finnst mér alveg ótrúlegt hvernig menn hafa staðið sig. Og ég held að samanburður okkar, svona, þegar við erum að mæla okkur saman við mótmæli í milljónasamfélögum. Við nefnum alltaf Frakkland. Við nefnum alltaf Frakkland. Ég leyfi mér að segja að fyrir hver einustu svona velheppnuðu mótmæli í Frakklandi þar sem að 5.000 manns mæta og fylla göturnar á svínablóði og brotnuðum tómötum, að þá hafa sko verið 10 aðgerðir þar sem að sko 7 mættu með skilti og svo eru þeir að fara heima þegar komið ljós að Gjallarhornið gleymdist. Þannig og hvað þá þegar farið að tala svona vörumerkja byltingarnar í Austur-Evrópu, appelsínugulu byltinguna, flauelisbyltingarnar og þar fram til göttunum, sem að allar áttu það sameiginlegt að þar voru það stór skipulögð pólitísk fjöldasamtök sem stóðu á bakvið aðgerðirnar og nutu veruleg stuðnings beins og óbeins erlendis frá og veltu sko háum fjárhæðum. Ég held að sumuleyti að þá hefur þessi hreyfing einmitt það hvað hún laus í reipinu, hvað hana vantar svona stofnanlegt bakland, þá hefur hún náttúrulega sett sig í alltaf erfiða stöðu. Þannig ég segi það, mér finnst, ég held að enginn sem hefur komið nálægt þessum mótmælum þurfi að skamma sín fyrir mætinguna eða kraftinu. En finnst þið kannski það skiptir það kannski ekki máli, þetta mæti kannski bara 5 eða?
Það eru náttúrulega allir að mótmæla, það eru bréf í blöðunum og það eru allir að hugsa sitt og sína óánægju sína á allan mögulegan hátt með bloggi. Það margt annað til en að mæta niður Austurvöll. Það eiginlega hverjum degi, maður getur lesið einhverja greinar. Hverjum einasta degi. En hvað finnst ykkur þessar aðferðir sem eru notaðar? Fyrir utan að mynda að koma og við hlustum á þá sem hafa eitthvað málið að segja. En þessar aðferðir eins og að láta henda sér út úr Alþingishúsinu, að kasta eggjum, að ráðast að lögreglunni, eru þetta Þetta er náttúrulega svolítið skondið að vera mótmæla kreppu með því að henda mat. Það getur alltaf verið alvarlegt fjárhagsástandi heima hjá þessu fólki ef það ekki hefur efni á því og síðan kostar víst alveg bönsamonni að þrífa Alþingishúsið eftir þetta. Það er búið að kosta held ég 1 milljón okkur skattgreiðendur. Það er allt svakalt. Ég held að fáir svona samsamlýsi þessu unga fólki í flokknum aðgerð sem er... En er þetta kannski ástæðan fyrir því að fleiri mæta ekki vegna þess að við sjáum, þetta er náttúrulega það sem að fjölmiðlum finnst spennandi að sína frá. Já. Það er ekki bara ræðurnar, það er einmitt þetta þegar fólk er að henda eggjum og setja bónusfánan upp á Alþingishúsið. Mér finnst svolítið ljótt þegar flöturinn hjá sjónvarpsstöðvunum sá hvað fáir mættu. Það á að vera flötur hvað margir mættu þrátt fyrir allt. Það er nóg í boði á laugardegi á aðventunni. Það er miður desember að nálgast hérna og þetta er bara magnað einmitt hvað margir mættu samt. En ég man eftir því í upphafi 10. áratugurins þá fórum við á pallana, stúdentar, og mótmæltum breytingum á lögum lánasjóð íslenskra námsmanna. Það var mjög smart aðgerð þótt að við værum ekki öskrandi og æpandi. En ég man þegar Össur sem hafði verið fyrrverandi formaður stúdentaráðs sagði já við þessu breytingum á lögum, þá stóð einhver upp og las þarna eitthvað pistil, var ekki vitnað í Jón Sigurðsson, herra forseti, og las þarna upp og þetta var mjög smart, þetta var mjög flott og auðvitað var þetta algjörlega bannað, maður á að geta verið með neinn ræði held þarna upp á pöllinu síðan, bara fór allir. Þannig að það er hægt að mótmæla á ýmsan hátt, svona misóspeklega eða smekklega. Hvað segir þú með Keflavíkurgönguna? Hvað fórst þú oft? Síðasta Keflavíkurgangan var 91 og þá var ég 16 ára, þannig að það voru nú svo sem ekkert mjög margar sem að maður náði. Hvernig mótmæli voru það til dæmis? Voru það svona svipað og við erum að upplifa? Já, þá náttúrulega hófst alltaf sami leikurinn að Morgunblaðið tók myndir, sko helst 20 mínútur maður farið var á stað við hliðið og sagði að það hefði ekki kjaftur mætt og Þjóðviljinn kom síðan í lok aðgerðar og lýsti yfir fullnaðar sigri málstaðarins og í sjálfu sér er það ekkert óbóðslega frjó umræða. Reyndar það er eitt einkenni á mótmælum að hluta til vegna þess að þáttakendunum þeim sem taka þátt í aðgerðinni, þeim finnst þetta náttúrulega að vera alveg frábært og æðislegt og einstakt og fyrir vikið þá verður umræða mjög ofta sem nótum það hafi aldrei neitt mótmælt áður og þetta sé fyrsta sinn og hér sé brotið blað. Svona bara ég sem sagnfræðingur sem hefur verið að grúska sérstaklega í þessu, ég geti nú tínt til ansi mörg dæmi um það að Íslendingar hafa, ég held að þetta sé bara mýta, að Íslendingar séu ekki duglegir að láta í sér heyra. Við höfum margvísleg dæmi um það. Er einhver önnur leið sem við gætum farið eða erum við á réttri leið í þessu mótmælum? Við skulum bara muna eftir þessu öll í næstu kosningum. Það er með þeim hætti sem við mótmælum hvað allra best, en þá einmitt sýnir það sig að við erum óskaplega fljót að gleyma og fyrirgefa. Þannig að bara munum bara næst þegar okkur loksins hleypt inn í kjörkleifana. En hvernig haldið þið að næstu mánuðir verða, við sjáum alveg fram á að atvinnuleysi mun aukast, hér munur hlutirnir versna áður en þeir batna á ný. Eigum eftir að sjá stærri mótmæli og munu þau verða verri, harðari? Ég held að mótmæli í mörgum tilvikum eru kannski fyrst og fremst bara birtingamynd á þeim hugmyndum og þeim viðhorfum sem að uppi eru í samfélaginu. Þessar svona frekar stjórnlausu aðgerðir, eggjakast eða stympingar við lögreglu fyrir fram að ráðherrabústaðinn eða í Alþingi er að mörguleyti bara tilkomið vegna stjórnleysis ástands sem var ekkert búið til af einhverjum 20
manna hópi háskólastúdenta. Þetta er stjórnleysis ástand sem verður til vegna þess að mjög stór hluti þjóðarinnar lítur svo á að það sé ekki verið að hlusta á það að svona hefðbundnar leiðir að skrifa greini í mokkan, hringja inn í útvarpsþátt eða tuða bara við kaffiborði á vinnustæðnum að það séu ekki að skila árangri. Þannig að ég held að á meðan svo lengi sem að óánægjan og svona ég bara vonbrigði fólks með að það sé ekki hlustað á það kraumi undir að þá munu mótmæli skjóta upp kollinum af fullum krafti og þá munu nú jafnvel stjórnvöld eiginlega bara ég sakna þess tíma þegar að það var bundið við Hörð Torfason og 2-3 ræðumenn á laugardagseftirmiddagi og svo fór allir á kaffihús. Ætlar þú að mæta á laugardaginn og þið bæði? Já, ég býst í því, já. Það verður fjörugt. Ég vona það. Fullt af fólki. Fullt af fólki. Fullt af fólki. Takk kærlega bæði fyrir komuna.